Hér sitjum við enn 11. júlí, séra Geir Voge og ég, Halldór Gunnarsson, volandi í síðasta þættinum okkar í dag. Við erum búin að fara yfir hvar Geir hefur næri heimildirnar. Við vorum í mjög erfiðum þætti síðast stríðið í Miðausturlöndum og núna, Geir, kem ég líklega að ég er erfiðum hætti því að ég vil byrja á því að biðja þig um að útskýra hvað Ísland er að gera í þessu að takast á við það að ætla að fara í styrjöld með NATO-þjóðum við Rússland vegna Úkraínu. Ég spyr hvaða rök eru fyrir því að verja Úkraínu með þeirri stöðu að eins og Úkraína sé í NATO eða Sameinuðu þjóðunum á sinn hátt. Hvers vegna er Evrópubandalagið að hafa forystu það að ná öllum Evrópubandalagsþjóðunum í það að takast á við þessa styrjöld sem er óumflýjanleg að því virðist? Hún var umflýjanleg alveg frá fyrsta degi, algjörlega óþörf. Þú spyrð, ég rifja það upp að það voru 2 alþjóðlegar stofnanir eða stofnanir á alþjóðlegu vettvangi settar upp í lok síðari heimsstyrjaldarinnar, annars vegar Sameinuðu þjóðirnar, og þar erum við stofnfélagar eins og við erum að NATO. Hvort tveggja stendur á lagalegum grunni, það er að segja á þeim alþjóðalögum sem Sameinuðu þjóðirnar eru reistar á og NATO var í upphafi reist á. Og NATO var stofnað til þess að, eins og Ismail Ávarður, fyrsti framkvæmdastjóri NATO, sagði, til þess að halda Þjóðverjum niðri, til þess að halda Sovétmönnum úti og Bandaríkjamönnum inni í Evrópu. Og sannarlega var það svo að NATO á dögum kalda stríðsins stöðvaði framrás Sovétríkjanna. Sovétríkin beittu vissulega oft aðferðum sem voru í líkingu við það sem við vorum að tala um í síðasta þætti. Beittu griðrofum og morðum og níðingskap. Við urðum stofnaðilar á NATO jafnvel þótt við neituðum að segja möndulveldunum stríð á hendur, Ítalíu og Þýskalandi, en þá erum við samt sem áður stofnaðilar á NATO og höfum frá öndverðu tekið þátt í störfum bandalagsins, fyrst og fremst með því að leggja NATO til aðstöðu hér út á Íslandi, sem er frá hernaðarlegu sjónarmiði, eða var sérstaklega frá hernaðarlegu sjónarmiði, mjög dýrmætt staða lands í bandalagi sem hafði það markmiði sínu að gæta friðar og öryggis á Norður-Atlantshafi og í löndunum sitt hvoru megin við Norður-Atlantshafi. Þegar að Sovétríkin hrundu á sínum tíma, Varsjárbandalagi var lagt niður, þá var rökrétt að leggja NATO niður eða að gera það sem að mörgum datt í hug og margir lögðu til, að breyta þessu varnarbandalagi vestrænna þjóða, eins og hefur stundu verið nefnt, í öryggisbandalag fyrir alla Evrópu, bjóða Rússum aðild að NATO og gera bandalagið að vettvangi öryggismála í álfunni allri. Sá kostur var ekki valinn vegna þess að Bandaríkjamenn á þeim tíma kusu að notfæra sér þá einstæðu stöðu sem orðin var í heiminum við fall Sovétríkjanna, eða Sovétríki voru úr sögunni, og Kína ekki ennþá orðið það stórveldi sem það er nú orðið. Að Bandaríkin voru eina stórveldið í heiminum. Þetta var unipólar heimur orðin, þar sem að þeir réðu lögum og lofum hernaðarlega og pólitískt. Og reyndar ennþá efnahagslega líklega. Og í staðinn fyrir það
að snúa sér að því að efla friðin í heiminum, þá ákvöðu Bandaríkjamenn í staðinn að efla veldi sitt í heiminum. Og þeir hættu að hafa alþjóðalög fyrir sér í því sem þeir gerðu og fundu upp þetta prýðilega fyrirbæri sem að heitir The International Rule-Based kerfi. Já. Sem þýddi það að þeir voru eins og í Olsen, þeir gátu breytt í spaða Olsen í hvaða máli sem var og unnið í öllum þrætum þannig, bara með því að breyta kvörðunum og breyta leikreglunum. Og þeir hófu þegar í stað að þenja út áhrifarsvæði sitt, veldi sitt í Evrópu með því að auka við NATO til austurs, þrátt fyrir það eins og kom fram í einhverju þættinum okkar áðan, að Rússar höfðu fallist á sameiningu Þýskalands og fallist á það líka að Þýskaland mætti vera í NATO ef að NATO færi ekki eina tommu í austur eins og það var orðað. Já, komum inn á þetta í síðasta þætti. Já, en NATO var þannig út í austur á 10. áratögnum og svo strax í byrjun þessar aldar. Og þessari útþenslu NATO fylgdu auðvitað árásarvopn, eldflaugar. Og eldflaugarstöðvarnar í Rúmeníu og í Póllandi gera það verkum að það hægt að skjóta á Moskvu með 5 mínútna fyrirvara. Og þegar síðan lagt til í byrjun aldarinnar að Úkraínu verði boðin aðild að NATO, þá sögðu Rússar að það kem ekki til greina og myndi aldrei koma til greina. Á sama tíma var Úkraínu boðin aðild í framtíðinni að Evrópusambandinu. Rússar höfðu enga athugasemd það. Enda var Evrópusambandið á þeim tíma, kringum 2007-08, en þá fyrst og fremst viðskipta bandalag og menningar samskipta bandalag. Það ekki í dag. Það hefur breyst. Það sem gerist svo í framhaldinu það að stríðið brýst út eftir byltingu í Maidan-byltinguna svo nefndu 2014 í Úkraínu. Þegar að Bandaríkjamenn stóðu að því að fremja valdarán í landinu. Jarukovski forseti var hrakinn úr landi, hann flúði og í staðinn var sett upp bráðabirgðastjórn í nokkra mánuði og síðan kosinn nýr forseti. Súkkulaði fabrikantinn þarna frá Odessa. Og Evrópusambandið og NATO í sameiningu fóru að hreiðra sig og koma fyrir hagsmunum sínum í Úkraínu. Þannig gekk þetta fyrir sig svona lauslega rakið framan af. NATO hins vegar frá öndverðu og lengi framan af var sannarlega varnarbandalag, hernaðarbandalag vissulega, en varnarbandalag. Og meðan að NATO fór að þeim reglum sem að því voru settar í upphafi, þá breyttist ekkert hlutfallið á milli Evrópusambandsins sem að var í sínum verslun og viðskiptum og menningarmálum og hernaðarbandalagsins, NATO sem að grunnforsendan fyrir Evrópusambandinu, að það var hægt að koma því á fót. Því að NATO tryggði frið í Evrópu frá stríðslokum og frameftir. Og menn fóru ekki að beita því í sérstökum geopolítiskum tilgangi eða hernaðarlegum tilgangi í þágu Bandaríkjanna fyrr heldur en Bandaríkin og NATO í Evrópu stóðu fyrir því að Júgóslavía gamla liðaðist í sundur. NATO stóð að stríðinu í Júgóslavíu, Serbíustríðinu. NATO stóð að því að hluti af Serbíu var tekin og búið til
sjálfstjórnar lýðveldið Kosovo. Og þetta var þvingað fram með hernaðaraðgerðum sem voru að lögum bandalagsins gjör ólöglegar. NATO mátti eingöngu beita til varnar, aldrei til sóknar og allra síst til þess að hafa pólitísk úrslita áhrif á örlög þjóða sem ekki voru í bandalaginu. Bandalagið breyttist á einni nóttu úr varnarbandalagi og friðarbandalagi í hernaðarbandalag. En við skulum ekki gleyma því að NATO, starfsemi NATO í Evrópu, var grundvöllurinn að því að hægt var að setja á stofn Evrópusambandið, þar að segja Evrópubandalagið verslun og viðskipti og frjálsa umferð fólks og fjár og svo framvegis. Þannig að mínu viti munu örlög NATO og örlög Evrópubandalagsins fara að öllu leyti saman. Ég finna að þú ert komin á það flug að þetta líklega þið samtal í minnstakosti klukkutíma, þannig að ég vil láta þig fara nær. Við vitum hvernig NATO orðið hernaðarbandalag með árásarhyggju og vopnaframleiðslu og ákvörðunum að hervæða löndin og þegar Bandaríkjamenn eru að fara út úr því samkomulagi að borga nær allan kostnaðinn, þá það Evrópuþjóðirnar að fara í það að fjármagna herkostnaðinn sem að blasir við. Við megum ekki gleyma hvernig Biden fór inn í Úkraínu til þess að gera sérsamninga með syni sínum og hagnast, og svo koma átökin sem að Bandaríkjamenn stóð á bakvið með því að sprengja leiðslutar og allt, og við förum ekkert í það, en staðan í dag gagnvart Íslandi frammi fyrir því að þurfa að takast á við að verða bara raunverulega með þáttöku í þeim hernaði sem NATO að standa fyrir í framhaldi af því sem að Boris gerði með því að koma í veg fyrir samninga, að framkvæmdastjóri NATO í dag, Hollendingurinn, hann bara talar þannig eins og hann sé orðin bara nýr Hitler, gagvart bara... Nei, trúðslætin og flæðrið upp Trump bara hans hlutverk. Bandaríkin ekkert á leiðinni úr NATO. Nei, ég ekki sammála. Ég held að Bandaríkin ætli að draga sig út úr þessu, minnka fjárframlögin og þessir menn, þýski kanslarinn í dag og Hollendingurinn, þeir tala eins og þeir séu í stöðu fyrir seinni heimsstyrjöldina að bara voppbúast og fara í stríð við Rússland eftir 1-2 ár. Fyrir 2030. Ég lít dálítið öðrum augum á þetta. Ég held að Bandaríkin ekkert þú spurður Ísland. Ja. Við erum stofnaðilar að NATO. Við lögðum til... Við erum stofnaðilar að NATO sem varnarbandalagi, en ekki herbandalagi. Við erum samt sem áður inni í NATO og höfum riðið með í þessari för. Við lögðum blessun okkar yfir árásina á Líbíu á sínum tíma og þau hermdarverk sem þar voru unnin á heilli þjóð, eyðileggingu stöndugasta ríkis Afríku. Við tökum alveg fullan þátt í þessu, en við höfum haldið okkur við þær takmarkanir sem að samið var í öndverðu varðandi aðild okkar að bandalaginu. Við höfum ekki tekið beinan þátt í hernaðarbrölti NATO með öðru móti en því að láta í land undir herstöðvar og þá aðstöðu sem í landinu sjálf. Við erum að gera miklu meir í dag. Ég veit það, Halldór. En það sem að ég ætlaði að reyna að koma frá mér þetta. Bandaríkin ekkert á leiðinu úr NATO. Lengst af hafa Bandaríkin borið uppi 60-70% af öllum kostnaði af rekstri bandalagsins. Og það var náttúrulega ekkert óeðlilegt við það þó að Bandaríkin ætluðu Evrópu stærri hlut í þeim kostnaði.
Bandaríkin tóku að sér varnir Evrópu. En það sem að Bandaríkin hafa verið að gera undanfarið er að breyta sér úr leiðandi þjóð í varnarbandalagi í það að vera eins og keisaraveldi yfir fyrrverandi þjóðríkjum. Bandaríkjamenn, sérstaklega Trump-forseti, hefur verið að gera Evrópu að vassölum, að handbendum Bandaríkjana. Það er ekki bara það að þeir eru að borga kostnaðinn af Úkrænustríðinu. Þeir eru að kaupa vopnin sín í Bandaríkjunum og þeir eru að gjalda Bandaríkjum það sem að Bandaríkin leggja á þá í beinar og óbeinar álögur. Og fundurinn í Ankara, hann var eiginlega eins og grínleikrit þetta, horfa á fólkið, flaðra upp keisaran eins og það gerði við Trump og horfa á þennan Guðs volaða trúð Rutte, framkvæmdastjóran, sprella þarna eins og fíbl. Ég hvet menn til þess að hlusta á svar hans við spurningu danska blaðamannsins sem að spurði um Grænland. Og ég hvet menn til þess að horfa á svipbrigðin á leiðtogum Evrópuþjóðana og viðbrögð þeirra við látunum í Trump þegar hann tók sprettina út og suður. Sko, Evrópa stendur frammi fyrir því núna að hún á að þjóna Bandaríkjunum. En Bandaríkjamenn er að fara með herstyrk sinn frá Evrópu, það er að segja hermennina á jörðu niðri. Herstöðarnar verða áfram, raketturnar verða áfram, allar undar yfirstjórn Bandaríkjana heima í Virginíu. Það breytist ekkit með það. En Evrópuþjóðurnar verða líðskildar Bandaríkjunum. Og þetta held ég að sé einmitt undanfarin að hrunadansi vesturveldana, ekki bara Bandaríkjana, því að Evrópa og það er að segja NATO í Evrópu og Evrópusambandi sjálft verður samferða Bandaríkjunum. Og ef þú skoðar þessi gömlu stórveldi, þessi gömlu heimsveldi sem við höfum ágætt yfirsýn yfir, að þá verða alltaf vatnaskil á ferli stórvelda við atburði sem að verða áður en þau falla. Þú manst eftir Sovétríkjunum 1956. Já. Fóru Ungverjar að vilja ráða sér einhverju leyti sjálfir. Þeir fengu sovjerska herinn yfir sig. Það var skelfilegur atburður fyrir Sovétríkin útífrá, þó þeir áttuðu sig ekki á því þá. Kommunistar víðsvegar Evrópu og kommunistaflokkarnir voru mjög sterkir við það. Mistu trúna á Sovétið. Valdbeitingin, ruddaskapurinn, yfirgangurinn gekk fram af fólki, meiri segja kommunistunum gamlu. Og ég þekki persónulega marga gamla íslenska kommunista sem gengu af trúnni þá. Síðan endur tekur þetta sig aftur 1968 þegar vorið var í Prag sem talað var Alexander Dubček, kommunisti, ætlaði að gera breytingar í Tékklandi og þær voru barðar niður með hernaðar aðgerðum af hálfu Varsjárbandalagsins. 68. Sovétríkin eru svo hrunin 91. Rís upp aftur. Rússland reis aftur, ekki Sovétríkin. Og það er engin hætta á að þau viti okkar aftur gengin. Tökum breska heimsveldið. Þetta var nú ekkert smá veldi. Árið 1956 kom til valda ungur herforingi í Egyptalandi, Gamal Abdel Nasser. Hann þjóðnýtti Suez-skurðinn sem Bretar og Frakkar, eða Bretar áttu með frökkum því að það voru Frakkar sem byrjuðu á því að grafa hann á sínum tíma. Og veldi Breta í Egyptalandi varð til vegna samgöngnana milli Bretlands og Indlands Suez-skurð. Þeim var nauðsynlegt að halda að minnsta kosti skurðinum og þegar búið var að þjóðnýta skurðin þá beittu þeir hervaldi. Bretar, Frakkar og Ísraelar
réðust á Egyptaland. Margir búin að gleyma því, Ísrael var með í þeirri för. En það sem gerðist í framhaldinu sáu menn ekki fyrir. Eisenhower Bandaríkjaforseti bannaði þeim þetta. Því á þessum tíma voru Bandaríkin að yfirtaka áhrifin í fyrrum nýlendum, gömlu nýlenduveldana, Breta, Frakka og svo framvegis. Þeir voru að yfirtaka sjoppuna með öðrum aðferðum. Og Eisenhower stoppaði Suez yfirtökuna sem var til þess að ríkisstjórn Anthonys Edens íhaldsmannsins í Bretlandi var það hrökklast frá og Harold Macmillan, gamli verkamanna leiðtoginn, flokksleiðtoginn, tók við og breska heimsveldið var úr sögunni. Það hefur ekki dánavottorð verið gefið út mér vitanlega breska heimsveldið, en þarna gerðist það. Þetta eru atburðir sem að urðu eftirtektarverðir á sínum tíma, en það kom svo í ljós þegar frá leið hvað raunverulega hafði gerst. Ég ætla að fá að taka eitt dæmi af heimsveldi áður, en við höldum áfram því þetta dæmi nákvæmlega grípur inn á það sem að gerast í Evrópu. Já, ég skil alveg hvað þú ert að fara. Já, gott. Já. Vestur-rómverska heimsveldið leið undir lok árið 476 samkvæmt sögubókunum. Já, þú allavega að fara að þóka. Þegar að germanskur málaliði Ótó Vakara nafni tók Róm. Þetta stendur í sögubókunum og þetta vita allir og muna allir. En það eru færri sem að gefa gaum að orrustunni við Ravenna sem að fór fram þetta sama ár, 476. Þar sem að málaliðasveitir á vegum stjórnarinnar, þar að segja keisarans, tókust á við málaliðasveitir sem voru undir forustu innflytjenda eða uppreistarmanna og unnu sigur. Á árabilinu 235 til 284 keisarastjórnartímabilinu í hermannakeisararnir í Róm. Á þessu 50 ára tímabili, mikillar upplausnar, það voru 26 keisarar í Róm. Og þeir enduðu flestir ævina með því að herinn sem hafði lyft þeim til valda fargaði þeim. Upplausn ríkisins, rómverska ríkisins, hún ætti að vera okkur fyrir augum núna. Af því að einkennin eru svo kunnuleg. Já. Í fyrsta lagi hækkandi skattar, minni innheimta, minni tekjur. Í öðru lagi gjaldfall myntar. Heitir það ekki verðbólga núna? Það er meira tin og minna silfur í peningunum. Verslun og viðskipti dragast saman. Það er minna öryggi, bæði á láði og á legi til þess að ferðast með vörur og þjónustu. Það eru þjóðflutningar inn í ríkið. Vísigotar, vandalar, austurgotar fengu leyfi til þess að setjast að innan landamæra ríkisins og það var ætlast til þess af þeim í staðin að þeir kæmu til að landvarna. Þeir væru tilbúnir að verja ríkið. Hvað gerðist í staðinn? Þeir yfirtóku sjoppuna. Já, já. Er eitthvað kunnulegt við þessa sögu við ástandið í NATO og Evrópusambandinu í dag? Ég þakka þér fyrir þessa yfirferð því að það er ekki tækt að gera það betur en þú hefur gert. En hún er, það er eitt eftir. Þegar að vísigotarnir og vandalarnir og austurgotarnir, þetta er okkar fólk, frændur okkar. Þegar að þeir yfirtóku rómverska ríkið svona, þá hrundi sjálft ríkið saman. Og það var opið fyrir innrásum avara og húna og annara sem að komu til að ræna og rupla. Ekki til að setja stað og búa þarna, heldur bara til þess að hafa gögn og gæði af því sem þeir kærðu sig Mér finnst þetta að vera ótrúlega líkt því sem að gerast
í Evrópusambandinu og í NATO. Hugsið það. Núna. Ég bara þakka þér fyrir því að þú ert búin að fara yfir þetta með þeim hætti að segja nánast hvers við megum vænta í þeirri stöðu sem býður okkar. Og ég ætla ekki að skemma það fyrir þér því að ég er sammála. Ef við förum þessa leið sem íslenska ríkisstjórnin er að fara með okkur, annars vegar að láta okkur fara að kjósa að sækjum inngöngu í Evrópubandalagið sem er að hrynja, og ef Íslendingar taka þátt í því að þá byrjar aðlögunin, en það sem verri við erum líka að fara í hernaðarbandalag sem átt að vera varnarbandalag, og við erum með forystumenn eins og á Ankarafundinum sem að þykjast vera herfáringjar og þykjast geta ráðið við það veldi sem er að rísa upp í þessum átökum sem eru, þar að segja í átökum við Rússland, en ekki bara í Rússland, því að það er Kína sem stendur á bak við Rússland ef að fer að halla. Það er ekki ef að fer að halla, Kína. Við leyfðum mér að reyna að fá þig inn í stöðuna sem að þú ert búin. Ég ætla bara að samþykja þessa líkingu sem þú settur upp, og það þarf ekki að útskýra hvað þú varst að segja. Þeir sem hlusta á þig, þeir hljóta að skilja það. En þá vil ég spyrja þig, hvernig er tekist á við þá stöðu sem er að verða í því að bæði Bandaríkin segist alltaf styðja Evrópu eða NATO í að hervæða Ungverja bæði með málaliðum og vopnum og nýjum sprengjum. Úkraínumenn minnur? Já, Úkraínumenn í þeirri baráttu sem að Rússar þurfa þá að mæta. Og hvað verður í þeirri stöðu? Hvað gerir Pútín gagnvart því að hann er að missa völdin að mínu mati gagnvart þeim herska og Rússum sem segja það er ekki hægt að þola það að Vesturlöndin og NATO séu komin í stríð við Rússland á þess að við tökum á þeim. Það er alveg hárrétt. Við förum aðra leið heldur en Bretar fóru. Þegar að Rómverjarnir fóru frá Bretlandseyjum, þá skiptu heimamenn sér ekkert af því að Kaninn fór héðan á sínum tíma, þó við séum ennþá í NATO, en í staðin fyrir að hafa fordæmi af Bretunum fornu sem að létu þá Rómverjarna bara eiga sig, þá höfum við verið eins og lóðatíkur utan í forystu NATO, flaðrandi upp Kanan og Evrópumennina núna í seinni tíð, rétt eins og lóðatíkur, í stað þess að láta sem minnst fyrir okkur fara, vera í NATO og láta sem minnst fyrir okkur fara og vekja helst enga athygli á okkur, vegna þess að það er tvennt sem ég vildi taka fram. Fyrsta lagi, erum við á áhrifasvæði Bandaríkjanna. Það er alveg sama hvort að við höfum hátt og látum mikið fyrir okkur fara og flöðrum upp Trump og flöðrum upp Evrópumennina eða hvað. Það breytir því ekki að ef að til stykkisins kemur, þá ætla Kanarnir sér okkur. Rétt eins og þeir ætla sér Grænland. Þess vegna hefði verið viturlegast fyrir íslenska leiðtoga að láta sem minnst fyrir sér fara. En þeir gera það ekki. Nei, ég veit það. Hitt atriði sem ég ætlaði að segja í nákvæmlega í þessu samhengi er að við áttum að halda okkur og eigum að halda okkur við það sem lagt var af stað með 1918 og ítrekað var aftur 1944 að við viljum eiga frið og vinsamleg samskipti við allar þjóðir. Ólafur Ragnar Grímsson hefur rifjað það upp að Össur Skarphéðinsson, sami utanríkisráðherinn, og tók þátt í eyðileggingu, leiddi Íslendinga til beinnar þáttöku í eyðileggingu Líbíu. Hann vann það afrek að koma á viðskiptasamningi Íslands og Kína. Mesta viðskipta efnahagsstórveldis samtíðarinn. Við eigum að nota okkur það. Við eigum að þakka Össuri fyrir það, þó við eigum að láta það vera að þakka honum fyrir aðildin að Líbíustríðinu. Þar höfðum við val. Við gátum setið hjá að minnstakosti eða beitt neitunarvaldi.
Það hefði verið fróðlegt að sjá hvernig hefði verið tekið á því, hefði það verið gert á sín tíma. En við missum alla viðskiptasamninga Íslands. Eins og þennan viðskiptasamningu Kína ef við göngum í Evrópusambandi. Þessa brennandi byggingu sem að Jón Baldvin Hannibalsson orðaði svo, veldi á brauðfótum sem að hruni komið og svínbundið við NATO. Þetta eins og George Galloway myndi orðaði, þetta eru kinnar, tvær kinnar og sama rassi. Já, en vandamálið að NATO ekki lengur varnarbandalag. Nei, það er orðið hernaðarbandalag og við erum að koma bakdyramegin þarna inn með því að nú við erum í bandalaginu, Halldór, við erum ekki að koma neitt inn þar. Við erum í bandalaginu. Við komum bakdyramegin inn þegar við erum neitt í það að fara jafnvel að leggja álögur á þjóðinu 5% af þjóðarframleiðslu. Hvernig ætlum við að gera? Við erum ekkert skyldugir. Byttum við, erum við ekki skyldugir? Nei. Ríkisstjórnin að fara með og á leið. Það þetta sem ég kalla að flaðra upp leiðtogana í Evrópu og flaðra upp. Það það sem að gera. Ég veit það, en við erum ekki skyldugir til þess að taka þátt í svona lögu. Við getum lagt fjármuni til þeirra starfsemi á vegum NATO sem að friðsamleg. Við byrjuðum á því að gefa. Við gerum það ekki. Við erum í þeirri stöðu núna. Þetta ég heyri til því. Við byrjuðum á því að gefa herspítala til Úkraínu. Byrju, það veit enginn hvar hann Auðvitað ekki, það löngu búið að stela honum ef hann hefur eitthvað tíma komist þangað. Þú getur rétt ímyndaðir. Við erum að moka skattfé Íslendinga í botnlausa hít í landi þar sem að það íþrótt. Mesta spilling í heimi. Þar sem að sú íþrótt að stela og blekkja þroskaðri heldur en víðast hvar annar staðar á jarðríki. Við erum aðilar að örlögum Evrópu sem að blasa við. Núna búið að segja upp 50.000 starfsmönnum Volkswagen-verksmiðjana og leið og það gerist, þá það boðað að framundan sé uppsögn 100.000 starfsmanna Volkswagen-verksmiðjana. Hvenær gera Þjóðverjar uppreist gegn þessari meðferð? Hvenær fáum við að frétta spillingunni sem í dag á þessari stundu á sama tíma og við erum að taka þátt í að borga milljarða til Úkraínu, þá kemur eftirlit yfir heim til foreldra Zelenski og finna bara í pökkum dollaraseðlana bara beint úr banka. 10 milljónir. 10 milljónir? Já, já. Og fólki segist ekkit vita. Nei, það vitaði. Kallinn sagði ekki orð en gamla konan sagði að það kom maður með þetta og gaf okkur. Já, byrju, á hvaða veggferð erum við? Þessari sem þú varst að lýsa. Auðvitað erum við það. Já, og þar með erum við að tapa frelsi okkar og fullveldi og ætlum við að fara þá leið. Árið 2022 þá fóru Litháar eða léttúfumenn í það verkefni, það gekk ljómandi vel hjá þeim, að hnýta í Kínverja, amast við því sem Kínverjar voru að gera, gagnrýna þá og þeir voru auðvitað hvattir áfram af Bandaríkjamönnum sem sem ekkit vel við Kínverja og þeir gengu lengra og lengra og lengra, svo komið fyrir að 80% af útflutningstekjum ríkisins sem kom frá Kína fyrir trjáafurðir, mjólkurafurðir og landbúnaðarvöru eru horfnar. Þetta komið niður í 20% af því sem það var 2022. Og nú hefur forseti Litháens fyrir skipað ráðherrunum að bæta samskiptin við Kína og laga viðskipta sambandi. Ég velti því fyrir mér hvort Kínverjar hafi einhvern áhuga á því. En hvað okkur? Við erum smáríki eins og Litháen og við erum á sömu leið. Þú hefur tekið eftir því hvernig fyrrverandi forsætisráðherra Eistlands, sem ríki sem stendur mér mjög nærri hjarta. Mér ekki vænt Eistland. Kaja Kallas, forsætisráðherra Eista,
gekk einna harðast Evrópuþjóðana Evrópusambandsríkjana fram í því að setja viðskiptabann á Rússa. Og alltaf talaði hún fyrir því að herða viðskiptabannið. Þangað til það komst upp fyrir tilviljun að maðurinn hennar sem businessmaður, hann vantaði skotsilfur, lausafé, og koddanum eitthvað kvöldið bað hann konuna sínum að bjarga sér skotsilfur sem hún gerði. Hvers vegna þurfti hann á þessum peningum að halda? Jú, hann þurfti að greiða fyrir vöru sem hann var að fá frá Rússlandi. Því að hann stóð í innflutningi og útflutningi við skiptum við Rússland. Þau voru þarna á sama koddanum í sama rúminu, hjónin. Önnur var talsmaður þess að herða Rússum eins og með öllum tiltækum ráðum. Hinn lifði á því og græddi á því að eiga sem mest viðskipti við Rússa. Hún misti starfið. Hún varð að segja af sér. Hvert fór hún? Til Evrópu. Hún fór til Evrópusambandsins, þar sem hún var umsvifalaust gerð að utanríkismálastjóra. Og það þessi sama Kaja Kallas sem að þeir eru í vandræðu með núna, því að vill enginn tala við hana. Kínverjar neita að taka á mótinni, Bandaríkjamenn vilja ekki sjá hana. Hún er dæmi gerð fyrir það hvar Evrópusambandið statt. En hvernig hugum við okkur? Fyrst þjóða á Vesturlöndum sem sendir sendiherra Rússlands á okkur úr landi. Já. Og við töfum öllum samskiptum við Rússa sem voru mikil. Já. Og var þetta rætt af utanríkismálanefnd? Eða hvar var þetta rætt? Ekki skilst manni að það hefur verið gert. Nei, og hvernig, á hvaða leið erum við? Við skulum hætta núna, Geir, vegna þess að... Okkur stjórnað af konum og þær hugsa öðruvísi heldur en við gerum. Þær eru líka öðruvísi, ef tekið eftir því, að flestu leyti. Ég nefndi ekki Kaju Kallas, Ursulu von Leyen og íslenska utanríkisráðherrann sem ég ætla ekki að nefna, fremur heldur en ég nefni þann sem nú er. Þær eru eitt sameiginlegt. Þær eru allar ungar konur tilheyrandi sama liberalismanum sem þær þjóna allar. Segjum amen núna.